Hasar með grimma og snar. Hasar með grimma og snar. Góðan daginn, Ingibjörg. Það já, mér finnst þetta flott að sjá þetta, því ég var eitthvað svona, já, svo fór ég sálgæslu og var eitthvað skrítið. Já. Það er, nei, það er. En þú ert með þáttinn Grimma og snar. Þú líka. Og ég líka, þetta er algjörlega snar, en þú varst að segja rétt áðan, þú varst að tala um að þú hefði farið til stjörnuspekings, Gulla stjörnu, og að hann hefði talað um að þú þyrftir að spila á fleiri nótur í tilverinu heldur en bara þessar sem þú hefði spilað á. Hvað þýðir það? Og jazz. Jazz. Og getur þú lýst því? Nei, Nei. En allavega þetta er að fara eins og horfa á hlutina út frá fleiri litum, stærri litapaletu heldur en við horfum á hlutina. Absolutt. En svo við verðum að horfa svolítið hér. Og það ekki? Ég var með fyrst. Það voru með svona spila svona lag í byrjun þátturinn að sjá eitthvað svona stef, en býtu. Beyoncé. Einmitt. Og þú ætlar að fara inn í stefið. Nei, þetta er sæn, sko. Já. Hún er rosaleg, ég veit það. Hún er rosaleg. Ég veit það, hún segir, ég elska mig, sama hvað. Já. Það sem ég er búin að vera að skoða svona svolítið núna fyrir Grimma og snar er að var meðal annars að klára eina bók sem að gerist á Sardinju og ég er búin að vera mjög mikið að skoða Sardinju sem eyju, sem heilaga eyju, og það er ýmislegt svona sem það er einhvert samsvar sem mér finnst ég sjá með þessari eyju sem við erum á núna og þessari eyju. Það er mikið það eru heilagar vatns uppsprettulindir, eða þeir kalla eins og brunna, heilagir brunnar, heilagir fossar, og það er til ofsalega margar bænir sem tengjast vatni. Og þar er til svona, þeir kalla það heitir djanas, en það er eins og góðar nornir. Norn er ekki kannski gott orð yfir, en það eru svona eins og konur sem hafa ákveðna hæfileika. Og það má bara kenna þessi fræði, vassfræði, þetta er culto del aqua, í gegnum konur. Og til þess að geta ávarpað foss eða ávarpað hið heilaga læknandi vatn, þá þarftu að vera mjög grimm. Þú þarft að ná í alla þína reiði, allan þann styrk, allan þann eld sem hefur í gegnum magan, gegnum naflan, gegnum þristinn, og ávarpa vatnið af fullum krafti. Þú þarft að vera snar og grimm til þess að geta fengið samtal við vatnið. Er þetta kannski eitthvað sem við getum gert? Þetta er akkurat svoleiðis, og nú fór ég út á land, fór á Suðurland núna og var þar og fór að Seljalandi, þar sem er Seljalandsfoss, sem er æðisleg foss, og hann er frægur að því það mikið að ferðamönnum sem fara á skoðana, þannig er fallegur og skógafoss, en þar í kring eru líka vatns, svona eins og heilagar vasslindir, sem enginn veit alveg nákvæmlega hvers vegna þetta hefur verið svona. Og því sem hefur verið útrýmt svolítið gegnum söguna, það eru að konur hafa þótt vera grimmar eða snar ef að þær hafa verið með ákveðna hæfileika eða eiginleika. Og það sem er mjög mikilvægt að við gerum er að útrýma, við ætlum að vera grimmar og snar, það er alveg á hreinu,
og það þarf til þess að geta tengst þessari fornmenningu sem hefur verið einhvern veginn það eru blaðsjur sem hafa verið skrifaðir í mannkynssögunni þetta, þessum konur eru með ákveðna hæfileika að þessum blaðsjöfum hefur verið einhvern veginn þær hafa verið, þeim hefur verið eitt eða það er búið að fela þær og við erum hér til þess að opna fyrir þessar snar blaðsjur. Absolutt. Já. Hvað já. Og það sem að Þú mikil kennari nú. Það hægt að gera, já ég veit, það þessi hlið. Já. Og það sem að er mjög merkilegt að því að nú erum við, byrjum við að fá tónin hjá Beyoncé sem er snar, hún er grimm og snar, hún er alveg brill, hún er brillgrimm og hún segir, höndlar þú ekki rassinn á mér, er hann nú stór fyrir þig? Já. Mér finnst hann flottur, ég elska mig, hún er gjörsamlega í grimmd og snarheitum að útskýra, ég ber virðingu fyrir mér og það sem er grunnurinn, þetta heitir culto del agua, sem sagt, menningin í vatninu, sem að tilfinningi mín við það að fara út á land, það sem að er svona snar sturluð skrítin orka út á landi, að það er þetta innsæi og þetta að við erum örugglega með miklu meira af þessu, þú veist, þessu snar grimmdar tengslum við náttúruna. Og ég gerði smá svona heimavinnu fyrir okkur í sambandi það að vera snar og grimm. Það er að skoða hvað er grimmd og hvað köllum við grimmd og í dag eru til dæmis leiðtogar í heiminum sem eru að ráða miklu og hafa mikil völd og ég ákvað að skoða svona aðeins svona hvernig þeir ammali og hvernig eru tölurnar hjá hinum og þessum og að því að við fórum svona svolítið í það að gagnrýna tungumáli, íslenska tungumáli sem að Já, ég verð að segja, ég fór pínubömmar. Fórstu á bömmar? Ok. Smá. Já. Sem er óslega gott. En sem að mig ekki segja eitthvað, þú veist, bara eitthvað svona djók, eða svona borðlega djóka, en líka velt upp þeirri hugmynd bara, þú veist, er þetta raunsætt? Snorri Másson, veistu hvað það er? Nei, kannski ekki. Mér þykir leitt. Já. Hann er svo ungur. Mjög klár. Ég veit örugglega sé mynda hann. Hann myndi alveg, sko. Það er mjög sár. En allavega, já, ég var pínu svona... Ég meina, Nei, ég er samt alveg, þú veist, maður höndlar alveg að segja eitthvað sem er bara, já, ok, Ég meina, tungumáli, það verður til slangur og ég meina það sem hefur gerst á Íslandi, þú veist, það að Guðjón Samúelsson var kannski eini arkitektinn bara á svæðinu og allir vilja meina hann að fengi áhrif frá Stuðlabergi en kannski var hann að fá áhrif frá Art Deco í Bandaríkjunum 1930. Þú veist hvað, ég meina við verðum að geta viðrað svona hugmyndir og ég skoðaði til dæmis Jónas Hallgrímsson sem að við erum mjög þakklátt fyrir, góður maður og elskaði landið sitt. Hann er með ofsalega mikinn struktúr, mikið af reglum. Hann er bara eitt stórt regluverk og bjóð til stórkostlega orð eins og vetrarbraut og hryggjasúla og býr til svona mjög mikið flottum orðum sem er æðislegt en ég fór að skoða hann og hann er í rauninni horfir á þetta svona allt ofanifrá, þetta er allt svona struktúrerað, það er ekki mikið hjarta í þessu hjá honum og nú erum við að tala forfeður okkar og við verðum að fá að geta gert það án þess að dæma þá megum við samt alveg draga fram í dagsljósið stöðuna. Já, má nú alveg segja eitthvað. Ég segi það, þannig að þetta hefur gagnast vel á sínum tíma þegar hann kemur með þessi struktúr á tungumálið en þetta eru sem sagt þeir kraftar sem að réðu ríkjum, það eru þeir sem að höfðu gott skipulag, góða yfirsýn, það eru svoleiðis karakterar. En ég hef svona verið að skoða svona ýmsar típur svona. Er ekki alltaf sagt, þú veist, eða ég hef heyrt þarna upplýsti minnihlutin nærvöldum. Algjörlega, þannig og hann hefur verið með svo gott skipulag en það hefur verið líka. En það er eitthvað rátt við það heldur.
það getur verið, ég veit það ekki, með að hann hefur kannski haldið samt að hann væri betri en aðrir að einhverju leyti. Jónas Hallgrímsson. Já, að þú veist, hann hugsa, nei, það borgar sig að við gerum þetta svona. Hann hefur einhvern veginn upplifað, ég með besta skipulagið, ég hef vit fyrir ykkur og ég sit inn þessu orð hér. Já. Ok, og málið að ég held að við megum alveg þakka fyrir það sem forfeður okkar hafa gefið, en ef við ætlum að þróast áfram, það er mjög mikilvægt að segja, og hver er ég núna? Hver stend ég núna? Ég get ekki verið bara blind að halda áfram að gera eins og Jónas Hallgrímsson. Og svo skoði ég líka Halldór Laxness sem að hefur verið besti nagli sem að við höfum geta fengið á þessum tíma. Hann kunna tala, hann kunna tjá sig, kennari, kunna setja mörg, sagði bara nei, þegi þú fáið þetta, ég bara hlusti ekki á þetta rugl í þér. En það sem hann var ekki með sem skipti engu máli þeim tíma, það er ekki mikið hjarta í þessu. Allt í góðu með það. En allir hans eiginleikar voru nákvæmlega þeir eiginleikar sem að við þurftum einhvern sem segir, herðu, Bjartur í sumarhúsum, hann hrósaði aldrei konu sinni, hann sagði bara, þú ert ágætt. Hvað er þetta? 500 blaðsina bók. Hann skrifar undir rós einhvern veginn að elska rollina sína og segir við konuna sína, þú ert ágætt. Já, elska hundin. Ég elska það örgulega allt annað, þú veist þannig að, og við þökkum honum fyrir þetta. En þetta eru upplýsingar sem er mjög mikilvægar, en við þurfum að halda áfram. Við erum hér og nú, við erum lifandi. Við erum ekki dauða liðið, við erum lifandi liðið. Akkurat. Þá þurfum við að vera grimm og snar til þess að geta verið lifandi. Já. En það sem er áhugavert er að... Já, annars sem að bara byggja á einhverjum þú veist... Við verðum að meiga... Það er líkin sem eru bara... Já, við verðum að meiga draga fram í dagsljósið gagnrýni á þá sem eru heilagir. Eða, skilurðu? Og heilagt, íslenskan og allt þetta. Allt þetta sem er svona heilagt. Við verðum að meiga fá að snerta við því bara algjörlega af virðingu og líka af yfirsýn og horfa á það bara algjörlega. Og það sem er gaman líka, Laufey Lín, sem er bara brautir allt, já, hún er með svipar tölur og... Laufey, sönguna. Já, hún er með svipar tölur og Halldór Laxness. Já, ok. Hún er sko, þú veist, hún er að nota, hún tjáir sig, hún talar, hún syngur, hún kennir, en hún er rosalega næm, en það er ekki endilega hjarta í þessu, þannig, eða þú veist, það er ekkit... Það þótti líka, þú veist, það þykir kannski, og þótti ekki fínt á Íslandi. Þú veist, það var... Að leggja tilfinningar á torg. Já, þú varst bara of rómantískur og það var neikvægt, sko. Já, akkurat. Það var svona já. Algjörlega, auðvitað að... Já, út af eins og við tölum. Að vera veikgeðja, kannski. Já, veikgeðja, bara einmitt. Og það er það sem að, það sem að mér finnst mjög mikilvægt er að það þarf rosalega mikið hugrekki að vera opinn með hvernig maður líður, hver maður er, á það sem að sé að hrynja niður í gólf. Þú veist, þetta er rosalega, og þess vegna sem samfélag, þú veist að það er, við erum hérna á stað sem er verið að ræða mjög opið um hluti sem mætti betur fara, hvað var það pólitík, hvað var það skipulag, en hvað með það sem er að gerast heima hjá okkur, hvað er að gerast, hvað varðandi erum við sjálf, og þú er ég að vera án þess að bara segja, góðan dag, hvernig eru, já það er búið að vera smá erfitt hjá mér, allt og bara gaman að sjá þig, þú veist, að þorum við að fara lengra með tungumáli, svona. Já. Og og svo fór ég að skoða svona, Kristrúnu Frostadóttur sem að áhugaverð. Já. Hvernig er hún? Hún er líka, sko málar, hún er með rosalega eld. Hún er með svona eld eins og þú. Þú veist, hún er bara svona algjört dræf. En það gæti verið að einhver muni svona gaggrina, hún kannski segir eitthvað stundum svolítið skrítið. Hún notar skrítinu og furðulega tala alltaf. En að því hún er svo skipulögð, hún sér allt svo vel að þá kemst hún áfram. Já. Þannig að þetta er svona búin að vera að skoða. Svo Ég er svona, já, ok. En svo er annað, því að mér langaði að bæta við grimma og snar, hvað var þar kvennorkuna, því að
kvennorkan, nú tölum að hún tala þetta kemur úr mannsbyggi, að kvennorkan svo skapandi, hún svo mikil og það svona oft svona skrítið þegar að konur að öskra eða reyðar eða blóta, það eins og það verður svona, má segja bara, djöðlega hún klikkuð, hvað eiginlega að? En samt hún að segja eitthvað kannski, það brennur heitt á brjósti, bara ekki breyta þessum reglum hvað varðar fóstureyðingar í þessu landi og það öskra, þú veist, en það kemur út eins og hún sé klikkuð, af því að það svo mikil sköpunarorka, verður svo mikið. Og þess að tala að Ásmundur Sveinsson, sem líka með þrist eins og þú, hann sagði að þegar konurnar vita hversu sterkar þær eru, þá hætti all stríð í heiminum. Já. Og Ásmundur Sveinsson var ótrúlegur, það til textar eftir hann viðtöl þar sem hann talar kraft kvenna og hann, náttúrulega Vassberinn sem nágranna kona þín, Styttan, hún náttúrulega, hann var gagnrýndur fyrir hún væri of feit, hún væri ekki nóg flott, hún væri ekki nóg nazileg svona í formum en þess að, nei, þetta að fallegasta sem ég veit, það eru stóra sterkar hendur kvenna sem eru að vinna og eru sterkar. Og ég hef tekið eftir því að það eru hér nokkrir stórir menn í heiminum sem eru að breyta og hafa mjög mikil áhrif á heiminn sem virðast allir, það kæmi ekki óvart að þeir var allir með það sem við myndum sletta mommy issue eða kvenna skort eða mæðra, það vantar móður hlýju og það sem sagt, það Trump, nei ekki Trump, nei, guðmugóður, það ekki hann. Putin, hann ætti nú eiginlega bara einbytta sér að tefla skák. Hann bara með yfirsýn, en það svoleiðis móðurskortur og kvennorkuskortur og þú veist, ég ekki eins og þetta sé ykkur nýjar fréttir, en þetta náttúrulega stórt mál, en þetta eru menn sem eru að taka stórar ákvarðanir og það vantar grimmusnar kvennorkuna í málin, augljóslega, þetta ekki nýjar fréttir, en það hægt að sjá þetta bara svona. Og svo það Benjamin Netanyahu, hann virðist vera líka með eld og hann virðist líka vera með eitt sem hann á sameiginlegt með Trump, hann mjög líklega þorir að segja fólk sitt ég elska ykkur og Trump kemst mjög langt á því hann segir ég elska ykkur elskutna mínar af því að það með ákveð hjarta, en það sem skondið með Trump að það skortir bara algjörlega það sem flestir Íslendingar með, það innsæi, það skortið þar, en þeir báðir virðast komast mjög langt á því að segja við rétt af fólkið ég elska þig og bara það að geta það, nú erum við að tala um þetta bara einhverjum peðum, við erum ekki að tala pólitíkina sjálfa, að því að stundum hugsa að hvernig í andskotanum getur þessi komist svona langt, hvað í gangi? Og það þessi, sumir nota hjarta, sumir nota dræfi sitt, eldin sinn. Svo það Zelenski sem algjör nagli, bara nagli út í eitt, heldur sem bara nagla í fyrstu orkustöð, það bara nagli. Wow. Þar líka líklegt að það sé móðurskortur eða það vantar, hann með klikkað innsæi, klikkað yfirsýn, en bara veður svona áfram í nagla orkunni. Og þetta allt, ég meina, ég með fleiri en það mjög áhugavert að þetta allt leiðtogar sem eru með ýmislegt svipað að það ekki tenging við móður jörð og það ekki tenging við grimmusnar móður orkuna eða þessi flæðandi móður orka þar sem nú skulum setjast niður og þetta gott fyrir jörðina eða þetta gott fyrir fossana eða þetta gott það algjör skortur, þannig að það segir okkur að fortíðin hefur, þetta ekki nýja fréttir, fortíðin fjallar svo mikið strúktúr, áfram strúktúr, skipuleggja, breiðgötur, þetta. En hvar kemur þessi rödd sem ekki hægt að setja í Excel, sem segir, en hvað með vatnið? Hvernig verður til rafmagn? Hvernig fáum við hlýju? Skilur. Þannig að þetta var svona... En hvað ætli Trump sé ekki fara að taka þetta núna? Jú, hann gerir það að því að hann er ekki hræddur við að tala. Nei. Og hann á svo auðvelt, hann með
hann á svo rosalega auðvelt með að bara I love you everybody og það er það sem fólk vill heyra. Fólk vill heyra, elskar þú mig líka? Má ég vera eins og ég er? En það sem er skondið er að svona einhvern tímann var ég sem að ef maður myndi gera grína bara orkustöðunum þegar að þú sér einhver sem er með mjög sterkt innsæð það er svona mikið í höfðinu en hann er aftur, þú veist, hann er ekkert að nota höfð þegar hann segir þarna, ef ekki bara öll að drekka spritt, þá bara hætti COVID, skilur, þetta er svona, þú veist, að fá þessa hugmynd, en þetta er alveg með hjartan, bara, ef drekkum klór, þetta kemur hjartað, það bara segir svona, ef við föðumst öll, þá hætti COVID, þú veist, þetta er svona svolítið, og heimurinn, við erum þyrst einhvers staðar, ég er ekki að segja að við erum að fara að kjósa hann, en ég er að segja að við þurfum líka svolítið að skoða eins og elsku Obama, hann er fæddur í ágúst, hann er politically algjörlega korrekt, algjörlega með réttu menntunar, algjörlega góður, hann er svo viðkvæmur, að hann bara einhvern veginn, held hann hafi bara dottið inn í sjálfan sig, af viðkvæmni, þetta er ekki, þannig að það þurft að vera, þú veist, verið klaustri alltaf, þú veist, 3 í viku, og bara að hlaða sig, þannig ég held að hann hafi tæmst alltaf svo mikið. Þannig að það er svona eitt í þessu, svo að því að þú veist, við vorum að tala um Beyoncé og þá var ég líka að kíkja á svona bara stjörnur eins og vin okkar Jim Carrey, sem er náttúrulega bara algjört indi. Hann er indi. Ég elsk. Já, Jim Carrey hann er bara einn af þeim best. Já, og veistu hvað hann er með? Hvað? Hann er með heilunarkraft og heilunarorku og hann á bara að setja hliðina á fólki og setja bara í heilunar stöðu og bara halda þetta fólk. En hann ámæli í janúar og eins og Zelensky, þannig að hann hefur náttúrulega talað opið sitt þunglindi og hann hefur farið niður í svarthól og það er svolítið þegar með svona karma, hann ámæli í janúar og eins og Zelensky og eins og Putin og eins og Netanyahu, þeir allir að vantar einhver á jörð. Þeir bara vantar öryggið undir sig, þannig að hvað í andskotanum mátt að gera? Það er bara eitthvað. Nema hvað að hann fer út í listina, Jim Carrey, og talar opið þetta rosalega myrkur sem hann hefur upplifað inn í sjálfum sér. Og það er alveg stórkostlegt hvernig hann hefur farið þessa leið. Og í dag er hann náttúrulega bara dásamlegt að hlusta á hann, náttúrulega æðislegur leikari, æðislegur. En hann leikur sér með flæði, með vatnið og leikur sér með þessa klikkuðu, þú stundum að bara er hann snar eða er hann grimmur, er hann klikkaður, þú veist, að því hann þorir að fara inn í þetta sem okkur finnst virka eins og klikk, eins og núna, það er nýr tímar, bara Guð blessi það sem hefur verið á undan, en við erum nýr tími, við erum núna. Ég er búin að vera að hugsa svo mikið til hans, sko, hvar hann er núna, hann er að mála, og þetta er alveg, þú veist, hann er ekki málari, þannig sé að verða kannski, ég veit það ekki, en hann er hættur að leika. Er hann hættur alveg að leika? Já. Ok, hann og hann er meistari, hann er líka með tölu meistarans og hann er ofbáslega næmur og það er líka svo furðulegt, þú veist, við erum manneskjur og við þurfum hversdagslegt líf og þurfum að, þú veist, sumir sem eru með bíl, setja bensin á bílinn, borga reikninga, en svo erum við líka sálir og verur og við þurfum líka andlegt líf og það er flókið fyrir einhvern, hann er náttúrulega rosalega svona andleg vera sem fer inn í Hollywood-batterið og þú veist, og slæri einhvern veginn í gegn, en samt fer inn í svona ofbáslegt myrkur og ofbáslegt þunglindi og svo kemur hann út og tjáir sig opið með það, þannig að hann er rosalega, hann er góð fyrirmynd. En mér finnst svo sérstakt, hvernig eða þú veist, það er svo erfitt að vera í heiminum eða ekki neitt, ef maður ekki, þú veist, líka að snerta þetta andlega. Þú veist, það engin töfrar, það allt bara, þú veist, hvernig þetta að finna tilgang? Ég, sko, þú veist, ég var alveg átt svona eyðimerku tímabil sem voru rosalega, sem ég mjög þakklátt fyrir, en að
þetta er mjög erfitt held ég, kannski vera allt lífi en kannski þarftu þess ekki, kannski bara þú veist bara já, gera þetta og svo eru börnin mín mitt framhalslíf og eitthvað, ég veit ekki hvernig fólk Sko þetta, nú þurfum við aðeins að vitna í bróður okkar Gabor Mate Já. Og hann náttúrulega skrifar þessa rosalega leiðilegu bækur sem ég tel samt að sé mjög mikilvægt að lesa. Rosalega, það er rosalega leiðilega, þú veist, það eru svo litli textin og svona, Já, hann er náttúrulega, hann er bara brilljant og snillingur, en það er rosalega leiðilegt að lesa, en ég mæli samt með því að það þurfa eiginlega allir að lesa Gabor Mate, frekar að lesa biblíuna núna þessar mundir. Vegna þess að þar talar hann að heilin, nú fyrir yfir þá sálma, heilin er náttúrulega eitt lyfjaver og við þurfum líka alltaf að vita hvað er það sem framleiðir réttu lyfjaverið fyrir mig og þarna kemur enn og aftur þetta að eins og þú ert að tala vera jazz, að stækka spektrumið og við þurfum svo sannarlega á því að halda hér. Það er ekkert fyrir alla. Nei, ég veit það. Ég á að lifa svona jazz. Ég veit að Þú veist og ég lifi svolítið svona jazz. Það er ekkert margi punktar sem er alltaf eins. Þú veist, það er eitthvað svona grunnstruktúr og síðan er hitt lífmitt svolítið svona jazz sem er bara, en það myndi ekkert ganga upp fyrir, þú veist, ég bara Gauti myndi frík út af hans líf. Það er bara eitthvað svona jazz. Nei, ég er að meina, þú ert líka að sýna að við megum vera miklu fjölbreyttari. Við þurfum ekki að vera að gera öll með eins baðherbergi, öll með eins eldhúsinsig og eins skjá á veggnum. Þú veist, við megum alveg hafa það, þurfum ekki alltaf að fá okkur nýtt svona eða eins styttu gluggan og allt þetta. Og og það er það sem að eins og Gabor Mate tala í nýjustu bókinni sinni The Myth of Being Normal. The Myth of Normal að þessi tál sem við verðum í rauninni að vita hvar eru raunverulega réttu boðefnin að framleiðast fyrir mig og þarna kemur enn og aftur þetta eins og Beyoncé að segja I really love myself þú veist, alvörinni og gera það í reiði, gera það í grimmd og gera það, þú veist, af krafti og þá kemur enn og aftur að þessu sama eins og þær tala Culto del Aqua og þessar konur sem að heita Janas sem að, ég mæli með það er til eitthvað sem heitir Domus del Janas, það er til hús kvennana og þetta eru heil fræði á Sardiníu þar sem að konur komu saman, það er lærðu að tala við vatnið, hvernig áttur að heila vatnið og við þekkjum það því við höfum oft verið að leika okkur með lesið vatn, það eru japanskir vísindamenn sem eru búin að rannsaka vatnið, þannig að þá kemur akkurat að þessum punkti að hvað er það sem að fær þig til að lyfta rassinum upp úr þessum stól og langa að fara þessa átt eins og ítölsku sagt, allsæl kúlu bara hvað fær mig til að lyfta rassinum en sko hún er svo ótrúlega ólík mannfólki og svo ólíka samsetningar en ég held að sé kannski svolítið mikilvægt fyrir mann að sko til að geta blaka svona báðum vængjónum og þá þú veist að ef taugakerfið er óreglulegt að innleiða reglur og svona hægt og rólega og síðan líka fyrir þá sem eru mjög reglulegt taugakerfi og vilja hafa allt í föstum skorðum, allt þarf að vera eins alltaf og svona að innleiða óreglu og breytingar. Þú veist, ég held að en já, ég held að það sé að sko þú veist, ég held að vera mjög hollt fyrir mig að vera stundum svona eitthvað reiknistæmi eða eitthvað svona til að skilur mig, þú veist, í mótvægi við að vera að gera eitthvað skapandi, það er alltaf líka skapandi, en veistu hvað ég við, að búa til þú er bara komin aftur á miðaldir, Leonardo da Vinci var náttúrulega svona, þeir vilka sig að geta vera að stækka spektrumu sem það er og ögra því sem er að, þú veist, og ögra líka eitthvað svona það sem er rosalega mótstafið, ögra því, fara þar inn. Já, akkurat. Ég ætti til dæmis að fara í jógatíma, það bara pyrra maður rosalega. Algjörlega, já. En þú veist, jógakennari, sko, en, þú veist, og eitthvað svona jógastelpa að fara að lyfta
já, bara augra okkur. Algjörlega. Svona, og ég held að það sem er ekki hollt er að ef maður er í mikilli rútínu og hlutin eru rosalega einsleitir og maður til þess að vera búin að finna Já, eitthvað svona, þetta er fyrir mig. Já. Af því að við erum svo miklu meira, við getum alltaf bætt inn eitthvað nýju og sé, nei, kannski, já, ok, ég er ekki alveg, ég skil hvað já. þú meina, þetta er líka, við höldum svo oft að við séum eitthvað neginn, en við Já. erum svo miklu meira en það, við getum þóla miklu meira og við þurfum að stækka okkur. akkurat, þetta er akkurat, kemur aftur inn á þetta með bæði humanology eins og mannsbyggi og þetta sem Gabor hefur verið að skrifa í sínum bókum er að við erum, og þetta kemur líka úr jógafræðum og alls konar og að við erum náttúrulega með hægra og vinstra heilahvel og það kemur fyrir stundum að sumir stilla sér þannig og stilla lífinu sínu upp þannig að þau eru meira augra kannski bara vinstra heilahvel, eru kannski meira bara allt er raukhugsun, bara þessi fiskistopp kostar svona, ég held mér hér, ég er hér. Ég meina þetta er bara fyrir geðið, þú veist, þetta er bara síðasta öld. Já. Hún er bara, þú veist, hún er bara greina flokka, Já. skýra út, Já. reikna, Já. mæla, Já. þú veist, Maður sér það á, og maður bara sér það, megin áhersla á þessi fög í skóla sem hafa að gera með vinstra heilahveli, Já. þú veist, starffræði, tungumálið, sko það er hægt að sjá það á því, þetta sko, er mikið fátækt fyrir okkur. Akkúrat. Þetta gerur okkur, þú veist, já, þetta gerur okkur fátæk á okkur, af því við erum ekki eitthvað fast, við erum bara hreyfanleg, mótanleg, við vitum svo lítið. algjörlega. Og það er hægt að sjá það á, þú veist, það koma svona, eins og í gegnum mannkynssöguna, það koma svona litlar myrkar aldir, ekki bara miðaldir, og Einstein talaði um það, og Einstein var líka með rosalega struktúr, hann var með þrist eins og þú hann var með það í karma, hann var með rosalega yfirsýn og það sem hægt er að sjá, allir þeir leiðtogar sem hafa verið í gegnum tíðina, eru allir með það er eins og 7. orkustu eða eldhugar og með rosalega vel tengdir og rosalega vel skipulaðir og við virðumst alltaf, þú ert reyndar líka mjög sterkan leiðtoga en þannig að við virðumst vilja fá leiðtoga sem að kemur og segir struktúr sem er flott en sá sem er með leiðtoga hæfileikana og við öll þurfum einhvern veginn að skilja líka að það er meira, það er gras, það er blóm, það eru litir, það er ýmislegt sem að struktúrin sjálfur er ekki endilega svarið. Þannig að það er komin svo mikil svona traust á og eins og við sjáum bara leiðtogana í heiminum þeir eru allir með rosalega struktúr en það er ekki endilega það besta fyrir okkur. En ef að við þorum að hugsa, og í struktúr sem er svolítið sérstakt líka, þeir sem sér, það er líka orðið fyrirgefning. Þannig að stundum getum við hugsað, er ég með of mikinn struktúr eða get ég fyrirgefið, get ég breytti og nota orðið fyrirgefning, bara sleppa, umbreyta. Og það sem að heyri líka, þú veist, er að við erum náttúrulega með hægra og vinstra heilahvel og því meira sem að við vinnum með það saman, eins og þetta sem þú ert að tala og það er til maður sem skrifaði bók sem heitir Who is Who in the Brain, hann heitir Brian Lusk hann var reyndur að vinna með stelpur eða fólk með átröskun og var mjög mikið alltaf að pæla í heilan hvernig getur þú fest í bara hugsa þetta lætum fyrir, þú festist einhvers staðar og þannig að hann skrifaði þessa bók bara hver er að gera hvað í heilanum og auðvitað gerist það ef að þú ferð of oft alltaf í sama vörðklass og of oft á sama jókastað þá þarftu farin að búa til þessar heilabrautir, þú veist, sem að þá verður engin þróun. Þannig að það er líka þetta stundum að augra sér, en þú segja, gera eitthvað sem að mann finnst sem reynir á mann, það reynir á jákvæðan hátt á heilan. Það reynir á fólk bara skiptum útvarstöð. Já. Í alvörunni. Við erum að tala bara, þú veist, að fá eitthvað svona
eitthvað aðeins og það er bara strax varnakerfið Já. komið bara guðið mig góður. Bara rosalega vitt. Akkurat. Fólk á þessar útástöðu Já, og nákvæmlega. þetta er hryllileg tónlist og bara, Akkurat. Þannig að það er rosalega hollt fyrir mann takmörkun. ef maður er að gera það í fullri meðutund því að nú erum við farin að tala um framheilin er sem sagt fullorðinsheilin sem maður er að vinna með eins og í MDR Já. og þú ert að reyna að koma, þannig að áföllin er náttúrulega í litla heila, í drega heila, þú ert að koma upplýsingunum í framheilan og því meira sem að við náum að gera það með því að augra okkur, því meira erum við farin að vera að skapa eitthvað nýtt og góðu fréttirnar eru þær að þá erum við farin að framleiða dópamín sem er dræfið okkar í okkar leið og það sem er líka gott að hugsa er að við þurfum ekki öll beint að vera andleg en við þurfum að vita hvað er dræfið okkar. Ef að dræfið mitt er að flokka rusl, mér á tímabili mjög spennandi að flokka, þá var það dræfið mitt og þá var það sem gefur mér dópamín. Þú veist, ef þið finnst gaman að skapa fallit heimili, þá er það sem er dræfið þitt. Svo getur þetta orðið að rútínan og dræfið getur orðið flótti og þá er það líka bara að skoða það, þú veist. Þannig að það er svona eitt, svo langar mig að segja annað sem að Það er svo alvarlega núna í þessum þætti. erum við of alvarlegar. Það er allt í lagi, þetta er bara það sem það er. Ég var sko eini síðasta þetta. Já, þú fórst í Grímsævintýri. Það var alveg hræðilegt. Er það? Fannst þér það alvarlegt að vera ein? Mér fannst það bara smá vandræðilegt. Já. Það er allt í lagi. Mér finnst það bara, mér finnst það gaman. Mér finnst gaman að líka, þetta augra náttúrulega egoan. Mér finnst það mjög skemmtilegt. Mér finnst það því að maður bara klúðrar. En er þetta of alvarlegt? Nei, ég er bara að segja að við erum alvarlegar. Já, er það ekki? Er það ekki allt í lagi? Ekkert of alvarlegar. Nei, ég veit það ekki. Ég bara við sjáum hvað hlustendur segja. Við fáum alltaf svo mikið að brefum. Já. Skrifið okkur í alveg. Já. Ég var nú reyndar að fá alveg svolítið að skilabóðum það sem fólk er að biðja um alls konar í sambandi við tölur og svona. Það varst að fá skilabóð. Já. En Katrín Jakobs. Já. Það er nefnilega það sem er mjög, mjög mikilvægt að taka með. Hún er vasperi eins og þú. Hún er vasperi, en það er ekki bara það. Hún er sú sem er með sterkasta hjartað af öllum, en nú kemur eitt. Hún þarf að ráða mannesku utan úr bæ til að segja nei. Hún getur ekki sagt nei, en hún er með rosalega sterka hjartastöð. Veistu hvernig mér finnst þess að Bjarni Ben, mér finnst þess að sé, þú veist, hann er náttúrulega íþróttamaður. Já. Og hann langaður íþróttamaður og þetta er svo sorglegt. Hann er mjög svipar tölur og Jim Carrey, sko. Já, hann meiðir sig. Hann hefði getið orðið hangi, bara sportstar. Já, ég hugsa það. Allaleg. Svo meiðir hann sig. Og síðan er hann núna, þú veist, að því að hann er með þetta íþróttamentality sem er, við viljum bara vinna, ég vil bara Ísland vinni, Ísland er íþróttaliðið hans, það heitir Ísland. Já. Og ég vil ekki hafa svona drasl í garðinu mínum, þú veist, ég vil ekki að sé eitthvað í tjalda hérna og ég vil bara hugsa hag íþróttaliðsins Íslands, þú veist, hvernig þetta gengur upp og og þú veist, ég bara finn til með honum að, þú veist, Sigurður Ingi og þurfa að vera Já, ég veit að hann líka í janúar eins og ég fá bara illt í rassin þegar ég tala um hann, þú veist, í rótarstöðin, skilur, það er bara þetta er bara móðurleysið, þetta er bara svo hann líka það? Hann er í janúar, já. Móðurleysið? Já, það, þú veist, það vantar þessu orku, tengingu við jörðin, þú veist, hann með fullt af áttum, hann bara með flæði, og bara vera, það er bara að vera íþróttaþjálfari from day one, sko. Já, íþróttamaður. Já. Svo lendur hann í þessu. Hann er allt í einu á þingi og í ykkur jakkafötum. Já. Þetta er bara alltaf ræðilegt. Kannski er hann í svona jókabuxum undir. Hann er örugglega alltaf joggingalega heima á sér. Já. Bara alveg pottið. En hann er með mjög svipaðar tölur og Jim Carrey. Nema, þú veist, ég man ekki hvort er hann allan sé 62. En allavega það sem er með Katrínu sem að er sko að því hún er svo klár og hún er svo vel gerð
hún er síðasta manneski í bænum sem á að setja mörk, segja nei, og þannig hún segir ekki nei. Því hún er með fókus, hún er með einn, þú veist, hún ætti að vera bara að skrifa, hún ætti að vera rithöfundur. Þannig að þá kemur enn og aftur, þá hugsa maður, hver með góða tölur í að vera í pólitík? Það eiginlega, sko, ef að við myndum kunna vinna saman með fjölbreytileikan okkar, þá myndum við líklegast ná að búa til annan struktúr, en þessi struktúr eins og hann gengur aldrei upp. Og svo þau öll með svipar tölur, þau öll eins með sama karakter, þannig að þú veist ég meina þau eru 3, Katrín, Bjarni Ben og Sigurður eru öll með 8, þau eru öll í sama fótboltaliðinu, þú veist, ef maður horfir bara út frá tölum, þannig að það ekki, þú veist, við þurfum eitthvað neina, þú veist, svo kemur Guðni og Víðir, sem með fullt að hjarta. Víðir, þú veist, COVID-víðir. Já. Skilur allir að vilja gera með hjarta, þú veist, og þá verður einhver önnur dýrkun á þríeggið, eitthvað sér, þú veist. Það var svo skrítið. Já. Bara þetta tímabili. Já, þú veist, það einhvern veginn eins og, þannig að það þarf að vera, það þarf að stokka allt upp, klippa allt út, þetta ekkert að ganga. Ég meina, Platón sagði að stjórnmálamaður ávaldsbyltumaður. Platón sagði, var búin að segja að þetta virkar ekki. Þú veist, það virkar ekki að vera með pólitík. Þú veist, þar sem hlutinir ganga upp, það þegar það eitthvað manneskjulega mannvænt, einhvert módel sem vætna. Þetta bara einhver klessa, ég hef heyrt konur segast biðja fyrir Alþingi og bænirna skoppa í burtu. Það svo þungorka. Það skoppa í burtu þessu tennisboltar. Í alveg? Já, svo erfitt að biðja fyrir Alþingi. Í alveg? Já, það bara orðið svo mikið rugl, bara svona samkurl af rugli. Já, við skulum ekki tala um pólitík. Nei. Það er svo mikið pólitík. Já, ég veit. Pólitík á sér stöð. Ok, við erum ekki að tala um, á ég segja samt eitt rosalegt. Hvað? Þeir sem eru í september, stundum í því að svona lesa ekki aðstæður. Já. Og svona skynja ekki alveg hvað í gangi, svona bara bara stíga og vart á blóma, bara byrju, sástu ekki að hafa blóma þarna? Já, sorry, það svolítið svona og það einn leikari, Hollywood leikari sem svona, las ekki alveg aðstæður og það Will Smith. Að því að það var að vera út úr konun hans einu sinni á Oscar og hann bara labbaði bara beint upp á svið og sló. Þá var hann ekki alveg að lesa í aðstæður. Og þetta svona smá svona, þeir sem eru í september, þeir stundum svona, ég skildi þetta öðruvísi. Já, þannig að ég tekkaði svona, ég var bara að spá í hvernig svona flottur leikari, en svo hann svo hann samt með svona flotta rödd og þú veist, og ætti að vera að rappa og syngja og tala, svo lendir hann í þessu, bara lesi ekki í aðstæður. Smá svona. Kansilera hann? Alveg pottþétt, mjög mikið. Menna, þú veist, hann gerir eitthvað glænýtt, fer bara og gefur kinnhest upp á sviði. Það svona. Cancellation, það alveg mikið núna. Það? Já. Já, vera að cancellera fólki. Já. Hvað finnst þér um það? Mér finnst það bara alveg skrítið, sko. Mér finnst það ekki rétt, en þú veist. Hvað væri svona? Svo svartkvítt. Nákvæmlega. Það er akkurat þessa máli. Þú veist, get ekki sagt eitthvað í dag og síðan bara eitthvað svona eftir 2 vikur bara eitthvað, þetta var nú aðeins, þú veist, ég sagði mikið eitthvað. Akkurat. Þá búið að cancellera þér. Einmitt. Mér finnst það alveg klikka, sko. Og það kemur aftur svona, já, það er svona einhvern veginn, já, þetta gengur ekki upp. Ég held þetta sé örugglega þetta eftir að hætta. Alveg pottþétt, því að þetta hluti af þessu hægra vinstra heilikvæl, þú veist, vinstri hægri, og það það sama sem gerist í heilanum, að því leið og við byrjum að sameina hægra og vinstra heilakvæli innra með okkur sjálfum, þá byrjum við líka að skynja, já, ok, þessi, þú veist, var með þessa hægri sín sem bara, en svo einhver annar kraftur sem nýtist, og það sama í okkur sjálfum, að það tala um að hjartastöðin, hjartað,
það hlutleysið í okkur þar sem við sjáum allar hliðar. Við sjáum myrkrið, við sjáum það sem ekki gott, en við sjáum það og erum hlutlaus gagnvart því. Mér finnst þetta svona eins og það er sagt, ertu hunda eða kattamanneskja? Og maður er bara, ég er bæði. Þú veist, akkur ætti ég að velja milli hunda og katta. Nákvæmlega. Þú veist, þetta er eitthvað svona, þetta er eitthvað svona absúrt. En líka kannski kötturinn er svona hægra heilakvilið, þú veist, gerir bara svona vill og hundurinn er meira svona hlýðir eitthvað svona. Já, akkurat. Ég veit það ekki, þú veist. Já, einmitt. Af hverju á ég að velja að vera hunda eða katta? Ég fíla bara bæði hunda og ketti. Já, akkurat. Íðislega dýr. Nákvæmlega. Þú veist. Nákvæmlega, það er alls konar svona. Já, þetta þú veist, það er þarna sem að sér þetta einhvern veginn. Þú veist, við erum að koma þaðan. Algjörlega. Hvort þetta hunda eða kattamann. Akkurat. Og nú velur. Akkurat. Hvort þetta vinstra eða hægri. Já. Þú veist, þetta er ógeðslega skrítið. Já, þetta er ógeðslega skrítið. Og ef þú ert þarna hægra megin, þá máttu ekki gera þetta. Ef þú ert vinstra megin, þá máttu ekki gera þetta. Þetta er bara allt til að takmarka okkur. Algjörlega. Og það er ekki kannski það sem að við... En ég, þú veist, og síðan er þetta samt svona, já. Þú veist, það hlýtur að koma eitthvað annað heldur en bara hægri, vinstri. Nákvæmlega. Getur ekki eitthvað annað komið? Ég segi það. Þetta er bara glatað. Þetta meikar engan sens. Bara kattur, hundur og verður að velja. Þetta meikar engan sens. Nei. Miðjuna. Já. Og verður að velja það þá. Nei, ég vil það ekki. Nákvæmlega. Nei, þá ætlar þú að velja lengst til hægri. Nei. Lengst til vinstri. Nei. Hvar ætlar að staðsetja þig? Í hvaða sæti siturðu? Í hvaða sæti? Þetta er einn ás, þú þarfst að, eða þú veist, þetta er svona, já, þetta er skrítið. Já, það er alls konar svona sem að... Þetta er rosalega skrítið. Já. Þetta hlýtur að hætta. Ég er svo bjarsýn. Í alvörunni. Já. Ég trúa bara svo mikla framfærir á skömmum tíma, þú veist. Það getur ekki hann að verið. Hvað, voru við ekki að stíga inn í Vatnsberann í... Plútó í Vatnsberann. Já. Og er það ekki bara svona fundamental breytingar í heiminu? Steingitin er svona öll kerfin, fjármálahrunið 2008 var svona birtingamind af... Það var bara þegar Plútó fór í steingitina. Akkurat. Þá kom fjármálahrunið. Og hvað gerist þá þegar að Plútó fyrir inn í Vatnsberann? Hvað gerist þá? Vatnsberinn stendur fyrir social. Sko, já, rosalega breytingar á því séði og líka sko, ég veit samt ekkert mikið um þetta og ég er mjög erfitt með að fara alltaf svona, þau stúdurinn svolítið stjórnarspeki, þá ekkert ég nægi en ekki, það er svo mikið starffræði og svona, þú veist, eitthvað í henni sem ég bara nægi ekki, það er eitthvað svona... Samt gaman að pæli því, gaman að... En það er allavega Plútó hreinsar burt, hann fyrir hreinsar. Einmitt. Þú veist, ég hef heyrt að hann fyrir líkin í þú veist, náttúrulega Vatnsberann líka tækni. Já, rosa tækni. Þú ert alveg svakalega með tækni, þú bara, ég er alveg... Þú ert ekki góð. Nei, ég er með tækniföllun og ef ég horfi á tæki þá springur það eða þú sloknar á því eða eitthvað og það var einn sem var að vinna í tölvuverinu eins og vinnustað, hann sagði, já, ert þú þessi típa leið og tölvuna, bara út nála tölvuna þá bara lækkar kraftur niðum. Ég er með svona og ég veit aðra sem er svona, hún er tónlistamæður og þetta er allt mjög mikið vesen í stúdíónu. Já, bara leiði kem þá bara, þú veist, dregst niður rafmagnið og ég vein svona heila eina tölvu þá kom meira internet í hana. En þetta er, ég hef tekið á... heila tölvur. Já, ég hef tekið ákvörðun að draga mig ekki niður fyrir þetta. En þetta er svolítið skrítið og það er líka við eins og heilu forritin þau bara flæða í burtu þegar ég opna tækið. En er þetta ekki bara, þú átt ekki vera nálægt þessu? Ég á ekki vera nálægt tækjum. Og einu skiptin sem að tæki eru bara með mér í liði, það er þegar ég hef verið að kenna jóga. Því ef ég segi þetta er jógatónlist, þá bara opnast talvan og þú veist. En að öllu öðru leiti þá er eins og að tæki bara, nei, ekki hún. Veistu hvað ég gerði? Ég eina sem ég með svona kakvartækjum, það er að
ég sé barnalæsingar á allt, óvart. Já, Þú veist, það barnalæsingar á öllu, Já. öllum tækjunum heima. ok, en áhugavert. En það er bara því íta á alla takka, ég er alveg óhrætt við að íta á Já, alla já, takka einmitt. og síðan er ég búin að læsa það. Ég bara snerti enga takka og ég rétt svo opna tölvuna, rétt svo og Ógeðslega. já, og ég, þú veist, rétt svo snerti síman og ég heyri aldrei sér þó að ég sé með hann með hljóð og allt og og margir móðgast mikið yfir þessu, Já. en ég finn það að þetta er rosalegt vandamál, en ég, treysti þá bara hugurorkun í staðinn. Veistu hvað? Ég er alltaf einn að fatta að ég þekki nokkra svona sterka vaspera, eru ekki á Facebook, eru með spjallsíma, ekki snjallsíma, já, ekki á neinum samfélagsmiðlum, merkilegt. Og svo er ég alltaf að Ég er gera alltaf eitthvað, fólk að pæla í alltaf, þessu núna. herðu, ef ég væri þú, veist, ég var að selja pels daginn og ég las ekki leiðbendingar og svo var mér hent út af einhverju sölusíðu og ég bara, akkur allir mér er hent, hvað var ég að gera? Svo las ég, já, alvöru pels, ekta pels, þú veist, það má ekki. Og Mátti ekki vera alvöru pels? nei, og svo var ég Af hverju að reyna að selja kennitölum daginn og tala allir bara, ertu fáiði? Ég fekk bara svona komment, bara, þú ert fáiði, af því ég skrifaði eitthvað svona skuld á, ég sagði bara allt vitlaust og þá brjálaðist bara línan. Tekur það ekki persónulega? Nei, alls ekki, af því að ég meina, þú veist, þetta er föllun sem ég er með og ég meina hvað, þú veist, ég ger bara vitleysu á, þú veist, þessu og svo var ég að selja skó, það bara, þú veist að það vantar stærðina, ég bara, já, fyrirgeðu, og ertu búin að mæla hælinn, og ég bara, já, fyrirgeðu, þú veist, ég bara, ef ég kem nálagt tækjum, þá er ég svona lamin í hakkabuff. En þú tekur líka alltaf blað. Ég bara nota, ef það er Hvað eitthvað, ertu með pappir og ég bara benna, ég kem ekki, þess vegna finnst mér svo gott að horfa á mynd frá 80s, ég ætla bara, það er engin með internet, og líka, þú veist, 80s, það er, ef þú hlustur á 80s tónlist og 80s bíómyndir, fólk notar líkamann miklu meira, Já. þú veist, ég vil nota líkamann, ég vil hreyfa líkamann, ég vil tjá mig með líkamannum, Já. eins og, þú veist, allt í hennu bara að fara að dansa, þú veist, í eins og Blues Brothers, þú veist, það bara, allt í hennu, það er enginn að taka upp síman, að taka mynd fyrir sig og Instagram, þú veist, ég veit ekki hvað þetta er, en ég er bara búin að sætta mig við þetta, ég tími ekki að borga meira í þerapíu, ég er bara búin að laga, ég menna ef ég myndi fyrir þerapíu bara, já, ég er með tækjaföllun og en svo hugsaði ég bara, hvað ef það, þú veist, fyrir rafmagn eða heiminum, þá get ég talað, Það get ég skrifað. þá get ég tekið upp blað og segja, krakkar, að ég segja ykkur, förum hérna, það er ekki, þú veist, ef ég heyri orðið app, þá fæ ég svona bráðaofnami. Þú veist, eins og þegar að World Class fór yfir í app, ég bara, nei, þá kem ég aldrei inn í svona tækjasal aftur á ævinni. Já. Ég man líka eftir því þegar ég bjó í Svíþjóð og Ísland var með, og er með æðislega sundlaugar, en þá var ekki, áttur ekki að fara í gegnum svona gate, svona hlið. Já. Á Íslandi þá fekk maður bara að labba inn, en Svíjar voru komnir með þetta og ég bara, nei, ég fer ekki í sund, þetta er of tæknilegt fyrir mig. Já. Já, ég bara þóla ekki svona bíp, 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 allt sem er svona bíp, bíp, ég bara þóla það ekki. Í alveg. Já, þú veist, gef mér blað, ég skal gera heimilisbókaldið, bara skrifa, ekki tæki. Þú veist, ef það er ljós eða rafmagn, eitthvað, þú veist, bara, ég get alveg ýmislegt með jólaserjum, mér skaman að búa til birtu með, og ég nota mikið kerti, Já. en þú veist, einhver verður að vera svona, þú veist, við getum ekki öll verið bara, já, farið gegnum appið okkar, eða farið inn á snjall, þú veist, ég bara, þú veist, okkur þarf alltaf verið og rafræn skilríki og alltaf kjaftaði, hvað, mér langar frekar að mæta. Það er rosa flóki fyrir gamalt fólk. Ég meina, þú veist, farið inn á heilsuveru og gáklukkan hvað aðgerðin er, okkur megum ekki vera með ritara líka, þú veist, það er bara humanly friendly, þú veist, það en samt, þetta verður, ég er alveg hlind þessum tækniframförum. En ég meina svo til sumir sem er með fjarka hjarta, já. það er næring í að, þú veist, ég var alveg til að fá að ringja meira og segja, góðan daginn, gæti ég fengi að tala við. Þetta bara hvernig maður hjálpaði með þetta kannski.
Ef þú þarft að fara helsu veru. Nei, ég get alveg, ég er bara að segja, ég er með kaffa í tilfinningagreind, eða þú veist, kaffa það þeir sem horfa alltaf í fortíð, þú veist, ég vil vera bara að tala við, þú veist, ég ætla að verða vasskvíslari. Já. Og til þess að vera vasskvíslari, þá er engin tæki. Ferðu þú í skóla þarna á Sardinni í Já, þessu? að læra vatnskvísl. Er þetta 2 ára námi? Já. Það er mjög intensíft nám og þú ert að læra að tala vatni. En það segir reitt líka í sambandi tæki að hérna í Japan, nú man ég ekki nafnið, hérna Forest Bathing, sem er yndisleg bók, sem er japansku vísindamaður. Hún skrifar hann og hún er eins og listaverk, hún er svo falleg og nú kann ég ekki bók og nafnið af honum, en hann er Chi Lee eða eitthvað svo leiðis og sem vísindamaður skrifar hann þessa bók, en hún kemur út eins og ljóðabók. Já. Og þarna kemur enn og aftur þess að töframátturinn þar sem vísindin og listin rennur saman. Það er svolítið Leonardo da Vinci, hann er með fjarka. Það voru Ítalir sem uppgötuðu samt, þú veist, þetta að rótakerfi trjá og að tala saman. Já, en þetta er ekki þetta er að það búið komast að því... Já, þetta er svona að fara í meðferð í... Já, þess að kortisólið í nýrónum, það fer niður þess að stresshormónin, þegar þú lappar vist lengi nála trjám, þá dettur niður stressstöðlinn, þess að minnka stress í líkamannum. En til þess að það geti gerst, þá megi ekki verið neinn tæki nálagt. Er þetta ekki að grínast? Svo að Er það ekki bara eitthvað sem hann segir? Nei, þetta eru rannsóknir. Þú þarft að vera yfir klukkutíma. Þetta er þessi bók. Yfir klukkutíma? Inn í náttúrinu og ekki hlaupa. Nei. Og þú mátt gera það, þú veist, hugleiða eitthvað og það þarf að vera þessi ásetningur. Nú erum við að tala aftur ásetningur eins og Gabor Mate segir að þegar þú ert með ásetning þá byrjar að framleiða boðefni. Þú veist hvert þú ert að fara og tímabilið þá langar mig að fara í þetta, en núna er ég búin að uppgöta að ég vil verða vasskvíslari, læra það og það er bara konur sem eiga að kenna það, að vera vasskvíslari. Og þá er heldur engi símar. Svo að mér líður eins og ég sé fundin. Ég þarf ekki vera með minnum átt og ef einhver, þú veist, ég get verið bara með símarítar, einhver svo heldur á símanum mínum. Já. Þú veist, og svarar og þú veist, ég er bara, í tími ekki að eyða lífinu mínu í þessi tæki. Nei, flott. Ég vil frekar hitta fólk. Mér finnst það mjög valið, bara það er bara þín leið. Ég er alveg, þú veist, ég er ekki í neinu svona einhverju, þú veist, ég er bara allt í lagi með þetta. Þú veist, þú ert ekki með þess, þetta er mín fötlun og ég, kann að meta hana, ef maður má nota þetta orð, eða hvað maður segja. Þetta er bara eiginleiki. Eiginleiki, ég ætla ekki að misnota þetta orð, en svo sagt, ef að ég reyni að þykjast vera þarna, þá lendi ég mjög miklum vandræðum. Já. Og ég verð fyrir mjög miklu ofbeldi á internetinu ef ég reyni að taka skrefið. Þú veist, ég sendi út eitthvað sem ég á ekki að senda út. Ég hef sendt myndir sem ég ekki átt að senda og ég bara anskotin, þú veist, gert alls konar svona rugl. Heyrðu, en samband við dópamínu, það er eitt svolítið sem er dópamínu svona drif, já, það er bara mjög... Sem framleiðist fyrst í maganum. Já, ég veit samt, ég ætla að fara að tala um dópamínu og veit ég ekki um það, en þannig sé, en ég veit, það er eitthvað svona, það er svona, já, það er tengt bara dópi, þú veist, það er bara eitthvað sem gefum, er það ekki? Jú. Er ekki dóp? Sko, við erum með, ég hef sagt frá þessu áður, fyrir ekki, við erum með lyfjaver í heilanum. En er ekki, þú veist, dóp, auðvitað kemur orðið dóp frá dópamínu. Já, ok. Auðvitað, af því að ef þið langar í dóp og þú fílar dóp, þá byrjar heilin þinn að framleiða dópamín áður og fara dópið. Akkurat. Og ég ætla að segja að, sko, máli er sem er svona varasamt þegar maður er í einhverjum verkefnum og er að tala rosalega mikið um þau og segja að maður ætla að fara að gera þau og maður er að tala við vini sína og maka og fjölskyldu og alla og er að tala um síðan þetta og að þá er maður alltaf að fá dópamín þegar maður segir frá því. Bara ég segi, heyrðu Estrid, ég ætla þú veist,
eitthvað, kaup mér bíl eða eitthvað, þú veist, eða eitthvað, ég ætla að gera það, þú veist, ég ætla að safna pening og kaup mér eitthvað bíl sem bara ég á og ég þarf ekki að deila með Gauta og ég á og hérna, og eitthvað svona, og síðan farið að tala um fleiri, bara já, ég ætla að safna mig fyrir bíl og hérna, og ég alltaf að fá dópamin, ding, 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 bara hérna dóp, ég alltaf að fá dóp við að segja þetta og á því ofta sem ég segi þetta, því fleiri manneskjur sem ég segi þetta og því meira sem ég skrifum þetta eitthvað og því meira dópamin sem ég fæ, því minna dræf verður til að gera þetta, koma þessi í framkvæmd. Þetta er mjög góð punktur hjá þér. Já, og þetta er svolítið mikilvægt, þú veist, að maður átti sig á því að bara, ok, maður er að ná í dópi núna, en maður er að draga úr kraftinum við að koma þessi í framkvæmd af því að heilin er bara þetta er alltaf gerast. Þetta er mjög, ég held að þetta sé bara punktur dagsins, þar segja, það er, hérna hefur verið notað, góður maður sem sagði þetta, hann sagði þetta getur verið boðefna svindl eða boðefna mixtúr og þetta er eitt sem heitir líka sem sagt kjaftasögur að vera tala mikið aðra á ensku hefur verið að kalla is it a gossip or gospel skilur, ertu að því að sko eitt er að lofsyngja og segja, vá, vissur þetta svo getur það dotti út í það að það getur orðið sem sagt, boðefna framleiðandi að tala mjög illa aðra og það getur líka verið boðefna framleiðandi og blekkjandi að segja, já, ég er að fara að gera þetta og með dettur hug svona eins og sögur eins og í gamla daga, þú veist, svona draumóra pjesar, eða þú veist, þeir sem voru alltaf í svona drauma og svo varð aldrei neitt. Nei. Og þannig að þetta er, að því að nú ert þú svolítið svona, eins og ég upplif, þú ert svona svolítið, hérna, ef ég má sletta orðið, manifest drottning, þú ert með mjög mikla hæfileika til þess að láta hluti gerast. Og það eru allir þeir sem eru með einhvern þrist, sem sagt, annarkvort dagur sem að fæðist, ef það er þristur, eða síðustu tveir tölustafnir í árinu og það, maður leggur það saman, það verður þristu, þá er þetta, hérna, mikill eiginleika. Greta Thunberg er svona, hún, það má ýmislegt deila hana, en hún lætur sína hluti gerast, það er bara þannig. Þú lætur þína hluti gerast og það er stórkostlegt. Það er ekki allir sem hafa þessa hæfileika. Nei, ég vil gera miklu meira. Já, nákvæmlega. Og þú lætur hlutina gerast og þess vegna er þetta mjög, mjög mikilvæg punktur og þú skinnir þetta svo sterkt að hérna, að ég þekki þetta líka sjálf, stundum svona, ég er að fara og svo gerist það ekki og það er mjög vont, þannig að það setur mann ennþá meira niður og ég hef líka heyrt sko að ef þú veist hvað þú vilt gera, þarft ekki að segja neinum en að hugsa hverjum einsta degi er ég að gera eitthvað í þessa áttina að því ef að maður er að gera eitthvað ekki í áttina því sem maður vill gera maður fer að búa til, eins og ég ætla daginn að færa eitthvað ógeðslega þunga hillu sem ég viss að myndi taka meira en einn dag, þú veist, bara eitthvað og ég hugsa að þetta er út úr leiðinu minni. Þetta meikar ekki, ég bara fekk einhverja skrýtna hugmynd. Þannig að þarna var ég eiginlega að meiða mig að því að leiðin mín er að verða vatnskvíslari á Sardinju og ég er að fara þangað í vatnskvíslara skóla að þá meikar ekki sens að ég sé að eyða orkun í að færa þungar hillur. Skilur, þannig að það er líka maður þarf að vera í þessu og eins og við höfum talað áður að alheimurinn í dag er öðruvísu heldur en fyrir 20 árum síðan og fyrir 50 árum er að samtalið við okkur sjálf skiptir meira máli núna heldur en þegar Einstein var að koma með quantum physics, afstæðiskenninguna. Einmitt. Vil ég segja eitt í lokin hérna sem segja, þú veist, ég vildi geta muna þetta utanbókar, ég ætla að koma með þetta eitthvað tíma, af því að það er eitthvað skáld sem segir sko ég held að veri Hannes Hafstein sem segir, þú veist, að sóa kröftunum í litlu handtökin, sko. Ég er rosa mikið þar. Ég þekki þetta líka. Ég þekki þetta að vera að bara, þú veist, eitthvað svona lítið, bara skiptir engu máli. Yfirleitt eitthvað á heimilin, eitthvað svona, fær eitthvað, bara svona, já.
á sáa kröftum og smáu tökin, eitthvað, ég man ekki Já, alveg já. hvernig þetta er, ég þarf að lesa þetta, því þetta er svo góð áminning, sko, einhvern veginn Það er svona eins og þú ert eitt stykki batteri og þú getur nota allt batterið í það sem þú vilt gera og þá meira þess að hleðst það betur eða þú getur líka verið að bara eyða smá þarna eða að því ég meina við munum öll deyja, við munum öll vera búið með batterið á einhver Já, tíma bara- og í hvað viljum við að batterísorkan fer? við fyrir bara að deyja bráðum, sko. Bráðum bara, ég Bara, meina, er ekki þú gott að vera þá búin að, þú veist, bara nota bráðum deyr batterið? maður. Já, Já, það er svona einhvern veginn, já, stóra samengið. hvernig eru tímamörkin hérna? Ert þú ekki tímavörður? Jú, þetta er búið, sko. Já. Þetta er búið. Ég ætla að fara í lífstykkjabúðina. Já, þú ert mjög dugleg með þetta, þú lætur hlutin að gerast, þú mátt eiga það. Takk, mér finnst það ekki. Jæja, takk, elskan. Þú líka sömuleiðis. Heyrðu, ok, þetta er búið. Þetta er búið. It's over. Já, It's over, Maria. María, þetta er búið. Heyrðu, ég er farin að syngja. Já. Ég hef ekki sungið, ég var alltaf syngjandi á bad, svo fór ég til söngskóla og svona. Nú er ég bara farin að syngja aftur. En yndislegt, það er bara eins og það á að vera. Já, einmitt, það var svona einhvern veginn að tónandi fara út í, eða þú veist það sem er að segja fara allt í einu,